Það er náttúrulega ákaflega ótrúlegt að hugsa tilbaka að þetta sé 50 ára afmæli. Auðvitað er maður ákaflega stoltur af að þetta félag skuli standa svona vel og þetta unga fólk sem stýrir og heldur utanum í dag hvað þetta gengur allt vel. Þessi hópur sem að stóða því að stofna þarna, þetta var nú yfir 40 manns og þá vildi hópurinn að drífa í því að stofna íþróttafélag. Þarna sá fólk svona tækifæri sérstaklega fyrir stelpur því þær áttu nú ekki svona greiðan aðgang að íþróttahúsunum, þau voru yfir setin. Og samkvæmt íþróttalögum að þá áttu það að vera íþróttafélög sem hefðu forgang að íþróttahúsum í bæjarfélagunum eftir að skóla líki og þá voru náttúrulega góð ráð dýr. Þarna voru náttúrulega meiri hluti konur og á þeim tíma er náttúrulega íþróttahreyfingin fyrst og fremst karllæg eins og hún leggur sig. Það er líka, bæjarstjórnir eru mjög karllægar og þarna eru það konur sem að stíga fram á völlinn og vilja njóta mannréttinda og það var tekið misjafnlega bæði bæjarstjórnarmönnum og okkar aðal félagi Breiðablik fannst þetta nú svona hæpið að eins og þau svona verst var það að konurnar þeirra væru farnar að standa í þessu að stofna nýtt íþróttafélag. Það þótti ekki gott. Ég kynntist þeim fyrst 1974 og þá voru dætur mínar að koma inn í fimleika hjá Gerplu og það var svona frekar rólegt yfir þessu til að byrja með 74, 5, 6, 7 en þá byrjar að æsast leikurinn. Þá voru þær búnar að koma auga á stórt vélaverkstæði á Skemmuvegi 6 sem fyrirtæki sem hét Þórisós átti og fyrir því var í fyrirsvari maður sem hét Páll Hannesson og rak fyrirtæki sem hét Hlaðbær. Við skoðuðum þetta hús, þetta vélaverkstæði og það var svona álit okkar að við gætum notað þetta. Þetta væri mögulegt en þetta kostaði gífurlega vinnu og töluverða peninga og Gerpla átti enga peninga. Bara að fá einn fimleika áhöld og mikinn vilja og svona góðan hóp af duglegu fólki. Það er hún Þórdís Þorvarðardóttir sem kom með þetta nafn og nafnið, það fylgdi því smá greinagerð og þar á meðal stóð þannig að það er mjög skýrt að það hafi verið kringum 1000 á Þingvöllum. Að þá kemur það grein þar sem er við að lýsa því að þeir eldri gengu til lögréttu en unga fólkið fór niður á Völlu til að Gerpla. Og þetta er það kemur Þórdís með beint, hún var mikil fræði kona, kemur með beint upp úr heimildum sem hún hafði aflað sér og lagði til þetta nafn og það þótti þannig að það sem að greinanlegt er að Gerpla þýðir það að leika eða keppa, leika sér eða keppa niður á Völlum, að það þótti það henta mjög vel fyrir þetta félag. Fyrsta tvísláin er smíðuð í bílskúr hjá Guðmundi Rögnvaldssyni sem átti 3 börn í félaginu og konan hans vann þarna nótt og dag sem það segir. Hann smíðaði fyrsta tvíslána, pöntuðu rána frá Noregi en teikningarna komu úr aðallega úr sænsku og þýskum blöðum af tvíslá og hann smíðaði eftir hann var handlaginn járnsmiður. En fyrsta jafnvægisláin, hún var smíðað fætur undir hana, maðurinn minn smíðaði það heim í bílskúr, fætur undir fyrstu jafnvægislána og svo pöntuðum við áklæði á hana erlendis frá og klæddum hana með svona
sem að segja hálfgerðu gerviskinn áklæði. Það var alltaf kökubásar, helst haust og vor, og bakað og selt og alltaf keypt áhöld. Og svo var snemma farið í flöskusöfnum og dósasöfnun og allt það sem að tiltækt var. Þetta líka með eins og bretti og annað, það var alveg fastur líður að kaupa lendingadínur og bretti á hverju ári fyrir allt söfnunarféð. Þetta náttúrulega hreint ótrúlegt sko hvað þetta hefur hröð þróun. Það urðu náttúrulega bylting á Gerplu þegar fékk húsnæði fyrir sig. Og upp var lagt með þetta og það var rætt við Pál Hannesson og hann var til í þetta, hafði áhuga á þessu og trú á þessu fólki. Og það var rætt við Kópavogsbæ, Björgvin Sæmundsson sem var bæjarstjóri Kópavogs og það var rætt við ráðuneytið og ISÍ að reyna að fá fólk í lið með okkur til þess að leggja í þetta peninga, að staðsetja þetta. Og Þorsteinn Einarsson sem var að vinna hjá ISÍ sko, fyrir hann hjálpaði okkur líka heilmikið. Og þá var byrjað að hanna og teikna og skipuleggja og við lögðum í þetta bara eins og við gátum og svo var bara lagt af stað. Og 2. október 78 þá opnaðum við húsið. Þá vorum við búin að leigja Kópavogsbæ húsið 5 daga vikunar fyrir skólaleikfimi og svo vorum við með fram eftir kvöldi með krakka í fimleikum og helgar og eftir kvöldmat svona frá 8 til 10-11 þá leigðum við húsið út fyrir leikfimi eða réttara sagt fyrir fótbolta. Fyrir vinnuflokkar komu og iðkuðu fótbolta, það sem við kölluðum svona villimannafótbolta. Og þeir borguðu fyrir þetta ágætisverð og við fengum tekjur af þessu. Og þetta var grunnurinn að þegar við lögðum á stað, þá lögðum við eiginlega á stað með húsið í fullri nýtingu. Og svona gekk þetta fyrstu árin og þetta bara óx og dafnaði og ég held að ég fari rétt með það þegar við opnuðum þetta hús 2. október 78, þá vorum við með 850 iðkendur. Það voru náttúrulega á þessum tíma 5 deildir í félaginu. Það voru náttúrulega fimleikadeildir stærst en síðan voru karate, judo og badminton og borðtennis. En það náttúrulega númer 1, 2 og 3, þá verið að kaupa húsið. Við vorum með á leigu fyrst og þetta var náttúrulega heilmikið starf að ganga milli manna og stofnana og fá til þess að komast yfir erfiðasta hjallan að eignast þetta. Og þetta var náttúrulega svakalega öflugt fólk sem var á þessum tíma að standa í þessum ósköpum. Og það voru náttúrulega í gildi reglur þátttöku ríkis og bæjar í aðkomu að íþróttamannvirkjum en á samanskapi þurfti íþróttafélagið sjálft að fjármagna hluta. Það gekk náttúrulega bara upp ofan en þetta hafðist á endanum. Þetta var alltaf afskaplega spennandi og stundum svolítið taugatrekkjandi. Það var ekki alveg með þetta í hendi sko. Þannig að það var líka allir afskaplega glaðir þegar þetta tókst. Og það var bara voðalega gaman að eiga við hann, Pál Hannesson sem var eigandi. Ég held að hann hafi fundist bara gaman að ruglitarnir sem voru að kaupa á honum húsið. Og það sem mér finnst líka með Gerplu, það var svo auðvelt að leita til foreldra. Það voru einhvern veginn allir svo meðvitaðir að þetta væri svona svolítið lítið félag á meðan við hinn félögin og það þyrfti bara allir að taka saman höndum til þess að þetta yrði almennilegt. Þegar við keyptum fyrstu loftlínuna til landsins, þá kostaði hún 82.562 dósir. Á þessu tímabili þá komum við líka fimleikunum inn á landsmót sem keppnisgrein, ekki bara sýningagrein. Landsmót komum við og náttúrulega stöðuga framfari hjá öllum stelpunum. Plús það að þarna byrjar hópfimleikarnir, svona eins og þeir í dag. Ég hóf störf sem þjálfari hjá Gerplu 1988 og hafði þá áður verið iðkandi hjá félaginu. Það sem stendur upp úr kannski á mínum ferli, sérstaklega sem iðkandi og keppandi hjá Gerplu,
Það kannski þessi ár sem voru mikla framfarir í fimleikum á Íslandi og 1986 þá sigraði ég á unglingamóti í frjálsum æfingum öll áhöld það árið og fór síðan beint inn á Norðurlandamót og var fyrst íslenskra bara keppanda til að komast í úrslit á Norðurlandamóti og það var einmitt á stökki og gólfi sem voru svolítið mín uppáhaldsáhöld þá. Við vorum að æfa í mörgum húsum af því Gerpla átti náttúrulega engin hús til að byrja með og alltaf voru foreldrarnir mættir á hverjum degi og var verið að keyra áhöldin á milli húsa, setja þau upp, taka þau svo niður eftir æfingu og keyra þau aftur í geymslu, fengum að geyma þetta allt í Kópavogsskólanum og þú veist þvílík elja og dugnaður í þessum foreldrum, það var alveg magnað. Og síðan mér kom Gerpluhúsið niður á Skemmuvegi og þar náttúrulega foreldrar mínir meðal annars tóku lán og settu í púkið og við vorum að vinna þarna krakkar og foreldrar. Þarna voru einstaklingar sem voru tilbúnir að ganga lengra heldur kannski mættum búast við að einstaklingar myndi gera í dag. Og þar voru bara sumarfríin sem fóru í það og það voru einstaklingar sem þurftu bara að veðsetja húsið sín til þess að standa með félaginu. Hópfimleikarnir, ég man að það komu hérna hjón Arni og Lukka frá Danmörku og Danirnir voru náttúrulega byrjaðir að æfa hópfimleika eða trompfimleika eins og við köllum þetta þá hérna í gamla daga og þau komu og tóku okkur hérna á námskeið og við byrjuðum stuttu síðar að kenna á Íslandi hópfimleikana og við vorum í rauninni, þetta tók í rauninni 20 ár frá því að við byrjuðum og þangað til að við náðum einhverjum svona almennilegum titli. Þannig að það ekkert rosalega langur tími en við sem að byrjuðum, við vorum, það voru náttúrulega margir þjálfarar en ég man að ég og Hrund systir við vorum að skipta þessu svolítið á milli okkar inn í Gerplu. Að ég var að byrja að kenna og síðan og Hrund var erlendis á meðan og síðan fer ég erlendis og eignast barn og þá tekur Hrund við og svo fer hún að eignast barn og þá tek ég við aftur, þannig að við skiptum þessu svolítið fram og tilbaka. Og við einhvern veginn, þegar við höfum verið að tala svona okkar á milli, þá sjáum við að á þessu tíma við gerðum alls konar mistök og það voru, við vorum að fara á erlend mót, vorum að fara á Norðurlandamót og Evrópumót með stelpurnar og auðvitað, gekk svona upp og ofan fyrstu árin en þetta voru nauðsynleg ár til þess að læra og gera mistökin því að svo bara 20 ára síðar þá bara voilà, urðum við Norðurlandameistarar og það er Evrópumeistarar og þetta var bara frábært að sjá hvað hópfimleikarnir hafa í rauninni náð sér upp og náð að verða, hvað hóparnir hafa náð að vera góðir á svo stuttum tíma. Ég verð að segja tímabilið þegar ég byrjaði þarna aftur frá 96-7 að þá vorum við mjög ákveðnar við Hanna Lóa, Svetlana Makaritseva, Guðrún Sveinbjörnsdóttir og Auður Inga Þorsteinsdóttir og fleiri hjá félaginu að byggja aftur upp áhaldadeildina. Og það sem gerði smá saman upp úr yngri flokkunum í þessu þétta starfi og með þessa góðu umgjörð að þá var mikill árangur í yngri flokkum aftur hjá félaginu, bæði á þrepamótum og bikamótum og við tókum þetta meira og minna ákveðnu tímabili. En gleðilega við þetta, það voru svo margir sem héldu áfram, bæði strákar og stelpur í áhaldafimleikum. Þannig að Kristjana Sæunn Ólafsdóttir, hún tekur Íslandsmeistaratitil í fjölþraut upp úr þessum hóp 2005 og í kjölfari koma þær Margrét Hulda Karlsdóttir, Fríða Rún Einarsdóttir og Thelma Rut Hermannsdóttir sem að vinna Íslandsmeistaratitla fyrir félagið í fjölþraut árum saman og Thelma með hennar frábæra árangur 6 sinnum sem er það mesta sem hefur verið á landinu hingað til. Alveg frábær árangur og það gleðilega við þetta að þessi kynslóð, hún kláraði sig einnig mjög vel í karlaflokki. Bræðurnir Róbert og Viktor Kristmannsinni tóku svolítið við að Dýra Kristjánsinni og Rúnari Alexandersinni. Þannig að strákarnir fylgdu okkur og við æfðum svo mikið saman. Fórum saman í þessar ferðir, saman í þetta stóra verkefni og í framhaldi af þessu allavega kvennamegin þá var það alveg til
gríðarlegur styrkur í hópfimleikum að því að margar af þessum stúlkum úr þessari kynslóð, þær héldu áfram og framlengdu sitt fimleikalíf í hópfimleikum og unnu það glæsta titla bæði með Gerplu og landsliðunum okkar. Þannig að þetta svona skilaði sér mjög langt, þetta mikla uppbyggingarstarf, samheldi stjórnarfólks, foreldra og þjálfara á þessu tímabili. Þetta var algjörlega frábær tími. Það félagi skuli vera orðið 50 ára. Það er ótrúlegt og ég fyllist stolti yfir að það fengi að taka þátt í uppbyggingu á þessu félagi. Mín aðkoma til Gerplu var náttúrulega þannig eins og með marga foreldra, maður lendir inn í stjórn og ef maður kemur með börnin sín í fimleika og þá er alltaf leitast eftir að maður aðstoði við að hjálpa og ég man í rauninni fyrsta sem að ég var fengið til að gera, það var á landsmótinu á Selfossi, að þá var ég ekkert í neinni stjórn eða neitt en ég var beðin að koma og hvort ég geti greitt einhverjum stelpum, því það vantar alltaf að greiða þeim og þær þurfa að vera fínar þegar þær fara í prógrammi sín og atriðin. Og þetta var í rauninni mín fyrsta aðkoma og þótti mér það bara skemmtilegt að fá að gera eitthvað. Þar sem ég var með 3 dætur mínar í fimleikum, að þá fannst mér maður þyrfti að leggja eitthvað að mörkum líka. Seinna kom það svo þegar maður rétti litla putta, að þá er öll hendin tekin og þá lendur maður inn í stjórn. Og það hélt áfram í dálítinn tíma og dálítinn langan tíma og í rauninni hafa fimleikar verið í fjölskyldunni bara, já, ég segi allt mitt líf en auðvitað ekki allt mitt líf, það er ekki síðan 1974 sem við komum í Gerplu og það var svoleiðis á tímabili að maðurinn minn, hann þjálfaði með Margréti Bjarna, meistarahópinn og stelpurnar í fimleikum og ég var í formennsku eða í stjórn og maður mætti þarna alla daga til þess að taka á móti æfingagjöldum því þá var ekki svona innheimt, æfingagjöldin voru ekki innheimt með stafrænum hætti eða öllu sem er í dag. Heldur var maður bara að taka við peningunum og ef að foreldri kom núna þá var maður að vera til staðar og taka móti. Þannig að við vorum þarna eitt ári man ég að við vorum þarna alla daga nema miðvikudaga. Miðvikudaga og sunnudaga. Reyndar á sunnudagum líka vegna þess að sunnudagsmorgun. En allavega við áttum frídag á miðvikudögum, hjónin með börnin. 50 ár, eiginlega hvert fór tíminn. Við erum búin að upplifa svo margt. Gerplufólk er búið að upplifa það að við höfum átt marga meistara á þessum árum. Og þetta náttúrulega byrjar allt með í rauninni Margréti Bjarna sem er aðalþjálfarinn á tímabili. Og lengi og með hennar börnum sem voru báðar Berglind og Jódís sem voru báðar mjög miklar fimleikakonur og ef að þær hefðu haft sömu aðstöðu og krakkarnir okkar í dag þá hefðu þær náð langt. Það er alveg öruggt. Og það sem að mér fannst strax í upphafi þegar ég kem inn 74-5 eitthvað svoleiðis að mér fannst alltaf vera svo mikið metnaður og það var svo mikið metnaður í fólkinu sem var að starfa þarna. Og Gerpla hefur ávallt reynt að hafa sem flesta eða vilja vita að öllum nýjungum sem er að gerast í fimleikunum. Gerpla er náttúrulega svolítið frumkvöðl í því að fá erlendan þjálfara. Og þegar ég sitt hérna í stjórn að þá erum við að fá þjálfara frá Rússlandi, var farið í samninga við rússneska sendiráðið og þeir útvöðu okkur þjálfara frá Rússlandi sem að kemur og er í fastri vinnu og fullri vinnu hjá Gerplu. Og þetta, ég leið mér að fullira, þetta er fyrsti erlendi þjálfarinn sem að kemur og er alveg, ég held hann hafi verið í 4 ár. Og það má líka geta þess að þá voru ekki nema 1 eða 2 handboltaþjálfarar erlendir. Þannig að Gerpla er mjög framalega og snemma sem hún fer af stað með þennan þjálfara sem var rússneskur en hann var líka mannlegur og hann sagði alltaf ég vil ekki gera ykkur að svona fimleikafólki eins og er í Rússlandi.
við skulum bara taka mannlega þáttinn á því og þetta var elskulegur maður og hét Leonid Zakharyan. Sko, Rússland var náttúrulega í okkar augum eitthvað, fimleikastelpur frá Rússlandi, þetta var eitthvað strangt og við vorum búin að heyra allavega sögur hvernig þetta væri í Rússlandi og eitthvað svoleiðis. En Leonid var ekki svoleiðis, hann var svo góður og hann var svo, hann var svona bara áfram að okkur liði vel í fimleikum. Hann lagði samt alltaf áherslu á það að við yrðum að standa okkur í skóla. Hann vildi og spurði einhvern okkar hvernig gekk í prófunum og svona, þannig að það var atriði, við áttum að standa okkur vel í einu öll. Það er ofboðslega gaman að rifja upp gamla tíma. Þegar við vorum í öllum þessum húsum að æfa, þegar að aðstæðan var náttúrulega engin. Það voru heimasmíðu áhöld, sláin var tréslá með þrífótum sikkur megin, þannig og eiginlega enga dínu til að hafa undir. Var sett virklundína og reynt að láta ná upp á fæturna svo ef maður dytti þá dytti maður ekki á járnrörin. Trésláum maður fékk stundum flísar úr henni. Þetta var náttúrulega bara rosalegt með það sem við höfum í dag. Í Kópavogsskólanum, þegar að það voru allir mjög stórhug og ætluðu allir að ná ógeðslega langt. Þó væri ekkert rosaleg eins og þessi áhöld voru ekki til. Kópavogsskólanum hlupum við gegnum búningsklefan til þess að ná hlaupabrautinni fyrir stökkið. Þá byrjuðum við í búningsklefanum, fórum í gegnum hurðina, niður eitt þrep og stukkum svo á hestinn. Og svoleiðis framkvæmdi Berglind Pétursdóttir til dæmis fyrsta súkkaharað. Ég held að sé fyrsta súkkaharað á Íslandi. Gerpla hefur reynt allavega íþróttir og frumkvöðl í mörgu eins og þessu að við æfðum nútímafimleika og Gerpla átti fyrsta keppandann og eina keppandann á Norðurlandamóti í nútímafimleikum. Gerpla átti fyrsta keppandann í áhaldafimleikum, Evrópumóti í áhaldafimleikum og Gerpla átti auðvitað fyrsta liðið í keppni í hópfimleikum, Norðurlandamóti í hópfimleikum. Þannig að Gerpla frumkvöðl. Dæmi hvað Gerpla hefur alltaf verið framsækin að það var ráðið erlendir þjálfarar til þess að kenna okkur hópfimleika og þá mættu til dæmis Hlíf og Áslaug Dís fyrir Gerplu og sem þjálfarar og byrjuðu með lið af stelpum sem gamli P1 sem að Gerplufólk þekkir. Ég kem að utan úr námi 89 og fer svo að þjálfa þær þá haustið. Og við saman, og náttúrulega ekki bara við, fleiri, en við saman fórum í gegnum fyrstu ár hópfimleikana hér á Íslandi og náttúrulega P1 var fyrsta lið Gerplu í hópfimleikum sem keppti á Íslandi og fyrsta liðið sem keppti fyrir Íslandssandi á Norðurlandamóti. Og við lentum í alla vegana. Kannski, það þarf einhverja svona frumkvöðla til þess að taka byrjunina og lenda í vandræðum og vesinni og uppákomum. En það samt svo mikilvægt að það sé einhver sem að taki ákvörðunina, haldi námskeiðið, byrji og keyri svo af stað. Og það var gert. Gerpla hafði dálítið mikla sérstöðu meðal íþróttafélagana í Kópavogi og rak sig ekki alveg vel í hópnum og það þurfti að berjast fyrir ýmsum málefnum og hagsmunum. En þetta var þannig að stóru félögin hinn í Kópavogi þeir áttu sína lykilmenn innan bæjarapparatsins og við áttum engan. Stór þáttur sem að hóf starfsemina til vegs og virðingar þarna koma íslensk fimleikamanns Rúnars Alexanderssonar. Hans frammistaða hóf fimleikana alveg í nýtt veldi, farandi á þrenna ólympíuleika.
að sjá þegar Gerplaferðin í Versali og svo núna eru þau komið 2 hús. Þetta bara magna hvað félagið hefur þróast og stækkað á ekkert svo rosalega mörgum árum. Einmitt Fríða Rún og Kristjana Sæunn, sem voru báðar afreksstúlkur á þessum tíma í fimleikum, þær voru setta í það hlutverk að ganga alla króka og kima í Gerpluhúsin á Skemmuvegi og safna Gerpluandanum og setja hún í bikar og lokið á. Og svo var andanum sleppt lausum í húsinu í Versölum. Það sem gerðist vorið 2007, þá gerðist það að flokkur Gerplu í hópfimleikum sigraði á Norðurlandamótinu í hópfimleikum og sömu helgi fór fram Norðurlandamót unglinga í áhaldafimleikum. Og það gerðist eiginlega sá einstæði atburður að ein ung stúlka, Fríða Rún Einarsdóttir, kom heim með 6 gull. Ég bara trúði þessu varla. Hún var efst í einstaklingsíþróttinni, þessast fjölþraut, og hún tók gull á öllum áhaldunum í úrslitum. Hámörk þess sem nokkuð gat hugsað sér. Sjálfsögðu var það alveg ólýsanleg tilfinning þegar að Fríða Rún Einarsdóttir til að mynda vinnur allt sem hægt var að vinna á Norðurlandamóti unglinga á sínu tíma. Hringja í fulltrúa bæjarins og segja þeim þetta var að gerast. Fulltrúa bæjarins sem stóðu inn í Gerplu og sögðu þið munu aldrei fylla þetta hús. Hringja í fulltrúa bæjarins og segja þeim að við erum Norðurlandameistarar, Evrópumeistarar. Þetta moment, þetta er svo yndislegt. Og fara síðan að ræða við þessa sömu aðila. Heyrðu, staðan er þannig við þurfum nýtt hús. Á þessum árum voru miklar breytingar í gangi í bæði íþróttaumhverfinu og auðvitað félaginu. Sérstaklega til dæmis Kópavogsbær hefur tekið félaginu vel, sér hvað það er að gera, hvernig það er að þróast, hvaða gildi það hefur. Okkur var nú sagt þegar við byrjuðum með Versali að við myndum aldrei fylla það. Það var náttúrulega tóm vitleysa. Ég er þarna mitt á milli tveggja mjög öflugra formanna, Ingvars og Jóns Finnboga. Og það sem kannski gerist sem er eftirminnilegast á þessum tíma fyrir mér er annars vegar hvað okkur tókst að ná upp góðu sambandi við Kópavogsbæ og félagið færist eiginlega frá því að vera svolítið út á jaðrinum inn á það að vera í sömu aðstöðu og önnur íþróttafélög. Það er að segja að Kópavogsbær skaffar okkur aðstöðu og við verðum síðan að reka okkur. En þetta hefur allt saman gengið mjög vel þessi síðustu ár sem ég var þarna og ég sé ekki úr fjarlægð annað en að sú þróun hafi haldið áfram. Í dag vita allir að þetta er eitt allra stærsta íþróttafélagi á landinu og langstærsta ef það tekið til þess að þetta er bara ein íþróttagrein, fimleikar. Það sem kemur fyrst upp í hugann minn þegar ég er að hugsa tilbaka, þá er það kúltúrinn, menningin, fólkið, Gerplan. Ég fer í fyrirmyndirnar, ég fer í tækifærin sem maður fékk. Ég sé fyrir mér foreldra mína og foreldra vinkonna mína vera að bera áhöld á milli. En svo auðvitað er náttúrulega frábæri íþróttalegur árangur sem er bæði hægt að telja fram bara einstaklinga og lið og svo persónulega sigra. Þannig að en kúltúrinn og menningin, hún fer í fyrsta sæti. Það er alveg gífurlega stór hluti af því hvað Gerpla er í dag. Það eru allir þessi stóru sigrar á hinum íþróttalega vettvangi en líka allir ósigrarnir og allir áskoranirnar sem við þurftum að takast á við. Það er alveg rosalegur þessi áratugur þar sem náður öllum þessum titlum og öllum þessum árangri. Þetta verður aldrei endurtekið held ég. Þú ert með þennan svakalega árangur á sama tíma og þú ert með rosalegar áskoranir í rekstrinum og einhvern veginn allt gengur upp.
Við náðum að opna nýtt íþróttahús við Vatnsenda. Það breytti bara algjörlega leiknum við það að við gátum skipulagt starfið betur og þurftum ekki að vera með jafn lengi opið hjá okkur. Til dæmis voru iðkendur áður en við fengum Vatnsenda, þeir voru kannski bara á æfingum til langt fram eftir kvöldi. Mér finnst það eiginlega magnað að Gerpla er eina íþróttafélagi sem býður upp á allt. Við erum með áhaldafimleikana í fremstu röð og hópfimleikana, fimleika fyrir alla, við erum með fimleikana fyrir fatlaða, við erum með parkour og ég held við séum bara að gera rosalega vel á öllum þessum sviðum. Og það er náttúrulega alveg magnað að geta staðið í fremstu röð í öllum tegundum fimleikana. Ég er alveg rosalega stolt af Gerplu fyrir það. Gerpla stendur fyrir það að við bjóðum alla velkomna og við gerum okkur besta. Lengi vel þá störfum við alltaf eftir þessum 3 orðum, fimleikar, fögur, íþrótt, sem ég held að sé svona svolítið essensið í því sem við vorum að gera meðan við vorum að byggja félagi svona rosalega upp þarna frá kannski 90 til 2000, frá því að vera bara eitt af þessum litlu íþróttafimleikafélögum á höfuðborgarsvæðinu. Þangað til við vorum orðin besta, stærsta og svona eins og hinn félögin lítu okkur alltaf á, við vorum svona þeir sem voru fyrirmyndin. En síðan þetta líka náttúrulega listgrein og þó þetta sé dæmd íþrótt og keppt í henni, þá skiptir svo miklu máli að gera þetta fallega og vel. Og þetta svona samin eiginlega allt sem við getum sagt í svona mannlegri færni. Ég hef alltaf verið mjög stolt af Gerplu. Ég hef náttúrulega fylgt félaginu í 40 ár og fylgist vel með enn þann dag í dag. Það hefur alltaf verið mjög mikil metnaður, mikil uppbygging, mikið samkennd og svona gott félagsstarf og Gerpla er svolítið leiðandi í fimleikasögu Íslands, það verður bara að segjast. Svo ber að nefna að fimleikar hafa oft verið í tísku. Þetta er svona spennandi íþrótt, mikið tricks, mikið líf og mikil skemmtun. Þannig að gleðin er náttúrulega þarna frá 2000 sérstaklega að þá erum við orðin á leiðin að vera 3. stærsta íþróttin í landinu og stærsta íþrótt kvenna í landinu, þannig að aukinn fjöldi iðkenda. Það sem við gerðum líka kannski á landsvísu í greininu og svolítið út frá FSI að það var að fara í þróun og uppbyggingavinnu á allri þjálfaramenntun. Þannig að það var bætt menntun þjálfara og dómara og við höfum fleiri dómar í dag en í gamla daga. Þannig að þetta er svona jákvæða þróun í gegnum tíðina, meira starf, fleiri í greininni en vinsælsta greinin og bara þessi frábæra aðstaða og fleiri tækifæri fyrir okkar iðkendur að ferðast og keppa líka. Þetta situr í fólki, ég meina Latibær til dæmis, það er alveg stórkostleg atburðarás í gegnum það sem að Magnús Geving eiginlega bara á eigin spýtur fer að stunda fimleika og byggir síðan upp þetta stóra og merkilega moment. Þannig að það eru svona hlutir, það er árangur þarna hópfimleikana á Evrópumótum, Evrópumeistarar, Norðurlandameistarar og auðvitað komast í úrslit á þarna Ólympíuleikum. Ég býst við að það sé svolítið sérstæða hjá Gerplu hvað mikið af fólk hefur staðið þétt saman þegar eitthvað hefur þurft að gera. Ég býst við að það hafi fleytt félaginu dálítið langt. Á þessum 50 árum er skrifuð stór saga, myndi ég segja, og sem hefur verið frábær fyrir uppbyggingu og í fimleikum á Íslandi og þetta er stórkostlegur árangur sem að félagið hefur náð. Ég er rosalega stolt af því að hafa fengið að alast upp í þessu umhverfi sem er og var í Gerplu á sínum tíma og ég sé það að félagið vex og félagið dafnar, enda er þetta eitt af öflugustu og sterkustu íþróttafélögum á landinu í dag. Ég held að þessi íþrótt eigi mjög glæsta framtíð og hefur náttúrulega glæsta fortíð líka.